Hæ Kristbergur. Hæ, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segirðu gott? Bara fínt, en þú? Bara þokkalegt. Er það ekki bara? Jú, hvernig var vika þín? Mér langar að tala um það, en fyrst. Já. Ertu búin að taka eftir hvað er mikil traffík en að ég hafna fyrir að þessum tíma? Nei. Ég bara ætla aldrei að vera komin til því. Já. Já. Já, var þessum var svo lengi eða? Já, ég var alveg fastur í traffík í alveg 25 mínútur. Og svo bara til hamingju Ísland fyrir að hafa unnið Eurovision. Heldur það? Ég meina við náttúrulega erum, þetta kemur á mánudag og við þurfum bara að búa stuði í besta. Já. Þannig bara fyrsta sinn, bara loksins unnum við Eurovision. En þú veist, gagnamagniðin með COVID og þetta er svolítið mikið bobbi í gangi, sko. Þetta er smá bobbi, sko. Þetta er svolítið mikið ves. Þetta er vesen, sko, en þrátt fyrir það, þá unnum við samt. Já, til hamingju við. Já. Bara vel gert við. Alveg hrikalega nett. Mér langar að senda að vinna líka eitt á, við erum í boði islandpoland.is. Mikið rétt. Þeir eru styrktar aðlega þáttarins og styrkja okkur vel. Þeir styrkja okkur vel og gá okkur þess að góða mikrofóna. Já, þannig að, en Óskar, vikan þín, hvernig var hún? Ég langar að tala um hana. Nei. Herru, ég er komin í smá sumarfrí, svona amerískt sumarfrí, 2 vikur. Já, er það amerískt? Já, því að þeir fá bara 2 vikur, sko. Já. Sem er svolítið klikkað, sko. Já, þeir náttúrulega geta tekið launalaust frí, örglega. Já, ég í rauninni, ég veit ekki mikið, en ég veit bara að þeir fá 2 vikur í sumarfrí. Já. Sem er heldur lítið. Ég veit ekki hvað ég myndi gera með 2 vikur. Nei. En það sem ég er búin að gera svo far er ekki neitt. Jæja. Og hvað er 50 dagur í dag? Já. Og ég er bara búin að vera heima upp í sofa og spila töluleiki. Það er náttúrulega frí. Maður þarf stundum að degra sjálfan sig. Það er bara, þetta er búin að vera æðislegt, sko. Það ekki? Já. Bara slaka, borða, leika og svo leiðis. Já, og maður þarf ekkert að vera að ferðast út um allt. Stundum þarf maður líka að hugsa um sjálfan sig. já, aðeins að svona hugsa bara. Já, þó að maður sé frí, það er ekki alveg nóg bara, það er sem fólk skilur ekki. Eða stundum, bara að það er fyrir frí, þá þarf að fara að gera svo mikið. Já, bara einhvern veginn skipilega geða mikið og bara gera allt. þennan dag, þetta. Stundum þarf maður að hugsa um litla strákin inn í sér. Algjörlega. Bara fara að leika sér. Aðeins að leika sér í tölunni og bara gleyma. Bara annarkvort tölvunni eða fara í motocross eða það sem þú hefur áhuga á. Já. Aðeins að sinna því. Er fólk með áhuga á fleiri veldur bara töluleikim? Já. Ok. Já. Wow. Það er sumt fólk sem hefur áhuga að fara í kvikmyndahús. Já, ég er mjög mikið fyrir það. Já. Ég er ekkert búin að gera það síðan COVID byrjaði. Nei. Ég bara einhvern veginn, það er ekki búið að vera eitthvað mikið af spennandi myndum að mínum mati. Nei. En fyrir þig, þú veist í bíó okkar eigin fiskur. Já, ég fór á okkar eigin fiskur, þetta var góð fiskisaga. Fiskiferðin langa eitthvað. Veiðiferðin okkar, held ég að eitthvað. Ég fór á hana, hann var svolítið síðan ég fór á hana. En hún var skemmtileg. Ég hafði skemmtið mig konunglega á henni. Ég fór með tengdafórlunum mínum á hana. Alveg rétt. Þannig að við skemmtum okkur. En það er fólk hefur fleiri áhugamál heldur en tölvuleiki. Þannig að sinna áhugamálum sínum er bara mjög gott. Það er mjög sniðið, sko. Hins vegar er ég náttúrulega að fara í ferðalag í næstu viku. Já. Og ég var aðeins búin að tala um það bara við þig núna. Já. Stykkishólmur, Stokkólmur og Stykkishólmur. Einhvern veginn svoleiðis ferð. Stykkishólmur og Stokkólmur? Já. Siglur frá Stykkishólmi á Stokkólm. Já, og stoppaði í Flatey. Já. Og ferðin upp í Baldur. Já. Og þaðan muni gista, fara í Tálknafjörð. Já, í Stokkólm. Já, í Stokkólmi. Í Noregi. Já. Nákvæmlega. Vikan mín. Ég ætlaði að fara að spyrja. Ég veit að ég bara greip boltan bara hraðar. Þetta var bara vel. Ég stal boltanum af þér. Við erum að drífa okkur. Já, þetta bara, við þurfum að drífa okkur. Vikan mín, hún var bara mjög góð. Já. Ég eignaðist frængu. Nei, til hamingju með það. Já, og kíkti heimsókn á hana. Hún var hress og kátt. Já, það var eitthvað mikið að segja. Nei, hún kann ekki að tala. Og ég kann ekki að tala, ég kann að tala, hún kann ekki að tala og við náðum ekkert að tala saman. Akkur kann hún ekki að tala? Já, hún var bara nokkra daga gömul, sko. Já, svoleiðis. Og ég sagði bróður mér bara, hún kann ekkert að tala. Hann, já, ég veit ekki hvað maður gera, sko. Þannig að
En það lagast vonandi saman og ég játaði því bara. Já. Þannig var eiginlega svona hápunktur vikunar hjá mér. Já, annars vinna bara og svoleiðis. Sumarið að detta í garð og hitinn að koma. Það bara búið að vera í kringu 10 hiti, en ég bara búin að vera í ból á stuttbuxum bara alla vikuna. Já, þú líka ert ekki búin að vera inni alla vikuna. Nei, ég alveg búin að fara eitthvað út, sko. Já. Óskar fer alveg út, sko. Já, líka, ferðu út líka, þú ert ekki bara í tölvuleik allan tíma. Nei, ekki alveg allan tíman. Nei, ok. En við erum komin hingað til að tala um eitthvað ákveðið. Já, við erum að fara að tala um svona ákveðið spil. Já, við erum að tala um borðspil. Já. Ég bjóð til svona þeng eins og ég búin að gera nokkur sinnum. Já, svona frumleik. Já. Svona, þetta er svona intro í toppikið eiginlega. Já. Þetta er ekki segway, þetta er svona aðeins að búa til andrúmsloftið. Já, það er bara mjög fínt, því að við erum ekki alveg konum með segwayið á hreint, sko. Nei, þetta er svona deila segway, sko. Við gerðum hana flott, nei, við kunnum eiginlega ekki að gera segway. Ég veit ekki hvað það er, hvort maður er bara, já, ég átti hérna borð, en talandi borð, þá er að tala um borðspil. Já, eitthvað þannig. En, ertu tilbúin í það? Já, ég er tilbúin. Borðspil. Tapsár, montanar og óáhugasemi. Fyrir ekki það? Allt í lagi, við getum bara að byrja upp á ný. Guð hjálpi þér. Takk. Þetta er með onum verið köttið, þannig að það var kötturinn í síðustu viku. Já, alveg rétt. Já. Það er enda að segja til næsta bæðir. Kemur hana á eftir bara. Nú, hvað? Heyri, kötturinn minn átti að fara til læknis í síðustu viku. Já. Og Guð hjálpi þér. Það kom ekki alveg. Já, hún átti að fara til læknis í síðustu viku, en ég glemdi. Já. Glemdi daginn eftir. Þess að daginn eftir þá fattaði ég að ég átti eftir að fara með hana til læknis. Já. Og þannig ég pantaði annan tíma. Já. Og hann var í dag. Ok. Og glemdur því aftur? Næstu í. Já. Ég átti að mæta við köttinn 12:30. Og klukkan var 20 mínútur yfir 12 þegar ég fattaði að ég ætti að fara með hann. Já, ok. Já. Þannig þetta bara var alveg klúður. Þannig klúður byrjaði að intra. Það er bara búin nýtt? Ég er tilbúin. Okay. Gangið vel. Borðspil. Tapsár, montanar og óáhugasemi. Þessi orð eru stundum einkennandi við borðspil. Það leynast stundum vandamáli í borðspilum. Til dæmis þegar montaninn montar sig og gerir lítið úr andstæðingum sínum. Þegar tapsárir tapa og fara í fílu. Og að spila með óáhugasömum einstaklingi er eins og að tefla við vegg. Þetta eru þau vandamál sem geta komið upp í góðu spili. Við erum 2 loðnir og erum lausnamiðaðir vandræði gemsar. Mikið rétt. Sko, ég hef alveg spilað með óáhugasömum mannskjum. Já. Eru svona eiginlega hálf þvinguð í spilið, nenn ekki að spila. Já. Og það er svo leiðilegt að spila með þannig fólki. Já, eins og þú komst að, þá bara, þetta er svolítið eins og spilaðu vegg, sko. Já, þú ert bara að spila vegg, þú ert bara, þú ert að gera, hvað stað til, 5, já, vá, vel gerði, og maður svona reynir að peppa, en þetta er svolítið vandam. Hvernig nær maður peppinu í liðið? Þegar einhvern nennir ekki að vera með mig? Já. Það er góð spurning, því að sko, ég hef upplegað þannig að ef einhver er einmitt svona fílbúki, það var samt alveg dettur hann í gýrin svona á miðri leið, sko. Já, finnst þið það? Já. Ertu ekkert með eitthvað galdur upp í vasanum sem þú bara gerir? Bara spila fyrir peninga? Ég bara, nei, ertu eitthvað, já, það er nú ekki, já, það er nú leið, en ertu ekkert með eitthvað hugmynd, sko, hvað þú gætir gert, skilurðu? Hvað þú gætir bara þannig að hann detti í stuðið, eða þarf manneskjan bara að vera í stuði? Það er náttúrulega til þessar típur sem að finnast bara ekki droslega gaman að
spila. Já, það er svo sem ekki ráð. Þú getur mútað einstaklingnum að maður vera áhugasamari, en það verður við samt ekkert, hann verður að vera áhugasamur. Já. Það er annarkvæmt bara að senda hann heim. Ég var einmitt að hugsa það, að senda hann heim, sko. Bara færi ekkert að vera með. Já. Það er hægt að segja, lati ekki svona, fæða bjór og ertu með. Já, hvað hann drekkur ekki? Já, bara gefa honum kók. Já. Láta ekki svona, kók hann þær. Já. Kókbó. Og svo segir hann hérna, bara já, ég hef bara mjögst búin að, bara, verður þessari hérna, Pétur, ég hef bara nefnir það ekki. Já. Bara, jú, hérna, við höfum gaman, ég bara nefnir, ég langar bara fara, skilur við. Ég langar bara að horfa á sjónvarpið. Hún er bara komið drama, skilur við. Já, þetta er svona eins og í bústað, þá er einmitt oft tekið upp spil, sko. Já. Þá er oft einhver eitt sem að vill bara ekki einmitt vera með í spilinu. Já, ég hef gaman að spila. Þetta er svona, þetta er quality time. Algjörlega, sko. Að vera saman að spila. Þannig að það er ekkert að þynga einhver til þess að spila. Nei. Ég held að maður verði bara svona leifunum að fara. Já, bara vertu inni eða vertu úti. Já, bara annarkvort ertu með eða ekki. Algjörlega. En það eru náttúrulega sum spil sem krefst kannski 4 spilara og svo er þetta 4 einstaklingar í bústað og einn er ekki að spila, þá er ekki hægt að spila því það vantar 4 aðila. Það ætti að vera til bara spila botti. Já, svona eins og í Mario Party. Já. Það er úrslega sniðut. Hún spilar bara fyrir 4. aðila. Já. Er Mario Party borðspil eða? Já. Það er hægt að segja það. Það er borðspil, já. Já. Með minni leikjum. Borðspil í sjónvarpi. Já. En kannski ekki botti alveg, en það ætti kannski að vera Facebook síða, spilar og randar. Þar getur maður póstað, ég er í bústað hérna í Ögurvík, einhvers staðar fyrir norðan. Er einhverju nálægt sem langar að spila? Já, ég meina, af hverju ekki, svo lengi að það er góð manneskja. Nákvæmlega. Já. Þá erum við búin að lesa þetta. Þú bara finnir einhvern annan í staðinn á Facebook. Já, ég lísti bara á Facebook og bland.is. Já, bland.is eða það er örgulega hverfi síður út allt. Já, getur fara á eBay og keyptir einhvern. Já, ég held ekki. Já. Ég held ekki. eBay markaðurinn er svolítið skrítinn hérna á Íslandi, sko. Já, það er svoleiðis. Já, ég held það. Að bara vera að selja kettlinga. Já. En við hefum spilað af og til, Óskar. Já, alveg þó nokkur sinnum. Og við vorum að spila spil sem er Cash and Guns. Já, mér fannst það ríkilega skemmtilegt, minni mig. Já, það er svona byssu spil. Já. Mjög skemmtilegt spil. Var það ekki þannig að allir fá byssu? Jú. Svona úr svona svampi? Já. Svampbyssu? Já. Og þú varst með einhver spil, var það ekki? Já, þú varst með annarkvort kúlu í byssuleginni eða blank. Já. Þú varst með 3 líf og það var alltaf pottur í miðinni og sá sem var last man standing vann pottin. Já. Eða þú gast ákveðu hvort þú vildir skjóta eða ekki. Einmitt. Og þú þurftir alltaf að miða á einhvern. Já. Og svo sem var meður og annarkvort með byssukúlu í byssuleginni, ef hann var miða á hann, þá var hann drepinn. Já. Og eitthvað það var núr leik, var það ekki? Eitthvað þannig. Já. Og eitt skiptið, þá var einhver pirringur í mönnum, sko. Já, það komið smá hiti, sko. Það komið smá hiti í spilið og það reyndar var það svolítið leiðilegt af okkar hálfu, ég við ekki neð það alveg, en þetta er spil. Já. Og spilið gekk út af því að vera sína almennilegheit og samningar og svoleiðis. Og það miða allir á sama tíma. Já. Byssunum sinni. Já, talið niður í 3 eða eitthvað. Og svo miðað á 1. Já. Við miðum allir á 1 aðila, án þess að, sko það var enginn sem bara miðum á hann, við bara miðum allir á hann. Já, hann var búin að vera með einhver leiðindi. Og við miðum bara á hann. Já. Og hann var bara reiður. Hann var svo sár og svo pirraður að við skulum hafa ákveðið allir í sameiningu að drepa hann. Já. En það gerði enginn í sameiningu. Nei, þetta voru bara allir bara, ok, mér finnst þú voru bara pirrandi, við ætlum að drepa þig. Já, það var bara þannig í þessu mómenti. Já, og það var bara með á hann. Er þetta ekki aðna parmesanstrákurinn? Jú, þetta er ekkert, ég skiptir ekki máli hver það er, skiljur við. Nei, alls ekki. En við miðuðum á hann. Já, og hann var reiður og við tókum þá ákvörðun um að taka skoðið tilbaka og hefja rándið aftur. Það vil svo skemmtilega til að það er hægt að gera það í alvörunni líka.
taka skotið tilbaka. Nei. Jú, ef þú ert á veiðum og ert að skjóta dúu. Nei, þú getur ekki tekur þig úr dúur náðu skotinu tilbaka. Og þá hún bara, já, takk. Nei. Og heldur áram. Nei. Nei, þá var ég mér að miskilja geðið mikið. Já, alltaf í fréttum. Það var skot árás hérna í Bandaríkjunum, bara af hverju tók hann ekki bara skotið tilbaka, bara undo, what? Algjör vitleysingur. Fari réttarsalinn bara, þú drafst hana? Nei, ég tók skotið tilbaka. Og allir bara, já, og hann lifir, sjáuð hann. Ja, hann bara, takk fyrir að taka skotið tilbaka. Já. En það gengur ekki, Óskar. Nei, já. Svo áttu einhver uppáhaldsspil? Sko, þetta er kannski ekki vinsæl skoðun, en ég hef alveg þokkalega gaman að Monopoly. Monopoly, já. En það getur orðið svolítið hítill leikur. Það getur náttúrulega, þar er eins og vandamálið, hugmyndin sem ég fekk á vandamálinu Montana. Já. Það er Monopoly bara í hnotskurð. Ég hef verið Montana, sko. Já, þar sem að þú átt allt saman. Já. Og ert bara, ætlar þú að fá að lenda hjá mér? Það kostar, leið mér að sjá, 3 hótel, það kostar 500 krónur. Já. Og hann, ég þarf að veðsetja hérna kringluna og veðsetja þetta og get ég borgað. Það er svo leiðilegt að vera ságægi, sko. Já. Eða þessi þeirri stöðu. Og þú ert bara Ég meir pening. Já, og svo fer maður í fangelsi og já. Mér finnst Monopoly hundleiðilegt spil. Sko, það fer svo mikið eftir hvernig mann gengur. En ég hef svona heyrt annað að við höfum spilað Monopoly vitlaust allt okkar líf. Nú? Já, það eru nokkra reglur í bókinni þannig að eitthvað með veðsetningu og eitthvað bla 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 sem er bara búið að sleppa. Nú, ok. Þannig að það er, allan ég hef spilað Monopoly grunlega vitlaust allt mitt líf. Já, það er ekki bara að kaupa byggingar og rukka fólk sem lendir á sínu spesi. Já, það er samt eitthvað annað, eitthvað loophole, eitthvað í spilinu sem má gera eða eitthvað þannig. Er það bætt við vöxtum eða sköttum eða eitthvað svona? Nei, það er einhver regla það sem ég núna bara mann ég ekki hver hún er, en við höfum verið að spila það eiginlega vitlaust. Já. En mitt uppáhaldsspil er Game of Thrones. Það er þetta geggjað. Það er geggjað spil. Annað en þættinir. Þá er spilið geggjað. Já, þeir tengjast eða bara nokkuð við þáttunum en samt ekki. Já. Þú ert ekkert að þú bara velur bara lið og spilar þannig. Já. Já, við höfum spilað það alveg svolítið oft. Við höfum spilað það nokkuð sinnum. Það spil snýst plott og rekki eða svik og plott. Já, maður þarf að svona, ekki beint vinna saman en gera svona samninga og ef að liðið er tekið allt út allir hyrðin, þá ertu bara úr leik. Já. Ég hef lent í því á 3. rándi í spilinu og þetta getur alveg, þetta er alveg 2 tíma spil, fyrst á kortir þá er ég tekin út. Í maður, já. Hvað gerist? Ég sveik og það greinilega í þessu spili þá litu allir á sveikina mína sem mikið vandamál og allir ákveðu í sameiningu að taka mig út. Það er svoleiðis? Já, það var svolítið þannig. Og það mikið vesen eitthvað? En ég tók því bara, þetta var ég sár en þetta var samt spil, þetta gerði það skemmtilegt. Já. Ég fór bara heim, en þetta ekki að hanga og býða til þeim, þetta er alveg 4 tíma spil. Já, þú fórst bara heim? Já, ég sagði bara, herri, takk fyrir mig bara, við sjáumst. Bara fílu? Já. Þannig að, en það, ég fór ekkert í fílu, þeir skildi alveg af hverju ég nefndi ekkert að hanga yfir þeim að horfa þá spila. Gæst ekki bara fara í tölvuna eða? Það var ekkert svolítið, ég var heim með öðrum, sko, ég vissi, þetta var ekkert á mínu spili. Alltaf verið með Gameboy í vasanum. Það er þetta gott ráð, gott heilræði, en samt það er svona mikil dick move að allt í einu bara, ok, það er úr að spila spil og þetta er bara, hérna, getur mikið svona hugsunartörn til að hugsa svo þú kemur þú bling og þú bara wik það er enda, já, ég get trúið að þessi pyrrandi. Já en Montanar já, herjum, ég ætlaði að koma að því. Já. Ég var einmitt í Monopoly þetta fyrir nokkrum árum við
tengdapabba og Helgu og fleiri og mér gekk alveg rosalega illa og tengdapabba gekk rosalega vel síðan einhvern veginn, ég man ekki alveg hvernig en einhvern veginn náði þetta að snúast við þannig ég einhvern veginn náði öllum peningunum hans svona nánast á einu bretti sem eiginlega svona snýri þessu alveg við og varst þú bara Montani allan daginn? Já, ég svona trilltist ég gat ekki hægt að hlæja ég bara hótel þetta var þannig að hann var ekki sáttur sko. Hótel fyrir mig, hótel fyrir þig, hótel fyrir alla komið til mín já, þeir eru svona pirrandi sko. ég þoli ekki að spila með gæja sem alltaf bara ég bara að vinna þig hótel og þú átt ekki róð í mig og það frekar að vera sko svona aðeins góður í spilum já, verður maður samt ekki alltaf þessi Montani þegar maður fara að ganga ógeðslega vel hefur þú ekki verið tekið Montana? Eflaust, ég hef örugglega tekið hana Montana og verið bara en mér finnst það samt ekkert gaman að þá sé ég að skemma upplifinuna hjá öllum hinum þá ég svona þetta er ekki alveg cool move hjá mér að vera svona geðveikt mikill Montani já, ég er að muna núna eftir við vorum einu sem spila Mario Party við allir strákunir bara til að útskýra það svona real quick þessi leikur snýst að vera með eins margar stjörnur og hægt er í lok leiks já og hver stjarna kostar 20 krónur og svo framvegis þú varst bara í byrjun leiks bara strax komið með 2 eða 3 já. og með hellingapening já. og þú varst að skemmta þig konunglega já. og þú varst svolítið Montana ég bara miklu betur en þið ástæðan svo, Óskar ég kom með ástæð af hverju ég var Montani að því mér gengur alltaf illa í þessum leik í þessu spili mér gengur alltaf illa bara, og þegar mér loksins gengur vel einu sinni þá læt ég ljós mitt skína í Monty síðan var þetta svo gaman því að það hlutur sem heitir chance time og þá kastaði 3 teiningar og það endaði þannig að þú þurftir að skipta öllu sem þú varst komið með við einhvern annan þannig þú þurftir að gefa allt sem þú áttir og þá varst þú komin úr 1. sæti niður í 4. sæti já, það er leiðilegt það er eiginlega svona það drap mig það drap þig bókstaflega en þess vegna ég ekkert að spila þennan leik snarlega leikur það eru samt borðspil sem eru svona eins og vinna saman já við höfum ekkert verið að spila það eitthvað mikið nei, okkur finnst oft competitive skemmtilegra sko já, en það eru samt eins og Dungeons and Dragons djöflar og dýflísur það er ekki borðspil en samt nei já. þú getur spilað þetta spil allt bara með blað og penna og bara í hugunum en svo getur spilað með litlar fígúrur og satt og eitthvað svo leiðis og saman með 6 teiningar ekki? Jú, 6 teiningar já. Með allir mismundi margar hliðar og svo leiðis þetta er allt líkindi og reikningur bla 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 en það er spil sem það er bara smá svona kjarnareglur game mechanics eða hvernig spilið virkar en hins vegar sagan all búin til frá einhverjum aðila já, sögumæður það ekki? Jú, heitir hann er svona stjórnandi já og ég hef verið stjórnandi við tókum smá einu sinni heimi á þér já, er ekki sáleikur ennþá í gangi í rauninni? Jú, þetta hættir aldrei nei, ég er bara eftir að halda áfram með þetta þú getur verið 20 ár með sömu sögu wow. já, og það er alveg sumir gæjar sem eru bara búin að spila saman í 20 ár og eru það með sömu söguna og hittast kannski einu svona ári til að halda áfram einu svona ári? Já, það er alveg, ég sá dæmi á netinu að það er einhver gæjar í Bandaríkjunum sem búið allir svo langt í burtu fyrir hvort öðrum þeir byrjuðu að spila í framhaldsskóla eða eitthvað og svo fluttu allir á hitt og þetta og spilið helt allt áfram það bara fækkuðu skiptin síðan tókuðu bara helgi bara allir saman og spila kannski einu svona ári bara þetta spil wow. En það hljóma mér skemmtilegt sko já sko maður með svolítið fordóma gagnvart Dungeons and Dragons þá getur maður
pröfar Dungeons & Dragons. Já. Því að þetta alveg, ég enda bara búin að pröfa þetta 3 eða 4 sinni með eitthvað. Já. En þetta ógeðslega gaman. Já, af því að þú getur spilað þetta á svo marga vegu. Ég spila spilið rosalega mikið í hlutverkaleik. Já. Mér finnst gaman að fara í hlutverk einhvers annars og spila þannig. Einmitt. Eins og ég að spila, núna með spilahóp D&D og ég presturinn Pétur og hann rosalega ósjálfsörugur. Hann stamar. Okay. og að bjóða út boðskap Krists í spilinu. En það vil svo til að kristintrú ekki fundin upp í þessum heimi og ég raunin að búa kristintrú upp og nýtt í þessu spili. Ok, og hvernig gengur það? Ég með 5 fylgjendur. Okay. Ég stunda bréfdúfu skilabóð til þeirra. Ég með mann í vinnu sem að semja biblíuna fyrir mig. Og í hvert skipt sem fyrir mig nýja borg eða bæ eða eitthvað svoleiðis, þá fer ég yfirleitt og eyði heilum degi á torginu að bjóða þennan boðskap. Já, bara Jesú bestu. Já. Þannig að þú basically what I hói. Basically, já, nokkuð veginn og með nokkuð ókláruð eintök af biblíunni í töskunni minni, það sem ég gef út og árita þegar ég fæ stundum svona mont í mig, sko. Og hvernig þessi biblía? Hún eitthvað? Hún eins og íslenska, bara eins og biblía. Já, hann bara þetta bara þannig. Hvað þarna prestaguðspjall 325, manstu það? Nei, ég man ekki neitt úr biblíunni, en ég til þess að vera trúverðugur í karakternum mínum, þá ég með biblíu app í símanum mínum sem ég les stundum upp úr og verð með biblíusálma og syng sunnundagsskóla lög eins og ég vil verða flugherrmaður. Já, alveg rétt. Það geggjað lag. Já, það geggjað lag. Þannig að sko, ég fer alveg djúpt í hlutverkið, bara mér finnst það svo gaman og þegar leið og ég fer að tala við einhvern þá fer ég að tala Jesú Krist og þetta búið að þróast svo súra leið að því að ég vildi meina að þegar fólk deyr þá fer þetta Guðs. Já. Og einhvern veginn það búið að snúa við þannig að þegar ég drep gæja í spilinu þá fer hann til Guðs. Okay. Þannig að ef hann vill ekki taka Guð í sem sína trú þá hann drepinn til þess að sýna honum Guð. Já, svoleiðis. Já, nema það búið að koma áhrif frá öðrum spilurum í spilinu og þeir búin að fæða mig þetta. Bara gefa mér þessar upplýsingar, já, hann alltaf fer til Guðs, já, drepum hann þá. Já, hvað fattar hann það? Já. En þetta allt rosaflókið. Já, algjörlega. En spil, Óskar. Ég veit eina sögu spil með þér. Já. Eða nokkra sögur. Það náttúrulega, þú ert með ör á rassinum. Já, ég skal koma með þá sögur. Já. Einu sinni var, nei. Ég var með mömmu minni. Já. Ég man ekki hvað var gamall. Ég held ég að verið 5 ára. Já. 5, 6, 7 ára. Já. Eitthvað svoleiðis. Ég var með mömmu minni að spila Lúdó í eldhúsinu. Já. Og það bara óða gaman. Lúdó getur verið skemmtlegt. Já. Og svo var ég komið með alla kallana mína á loka blettin. Já. Eða var að mynda að fara með síðast kallin. Þannig ég vann mömmu, sko. Já. Og ég var svo hrikalega ánægður. Ég bara stökk upp úr stólnum mínum og ég fór bara að dansa ég vann mömmu og svo renn ég á gólfinu. Já. Og detta á uppþvottavél. Nei. Já, alveg talað. Og það svona hnífar sem að stendur upp í körfunni. Já. Karfan góða. Já. Og ég bara sest með vinstri raskinnina á hnífin og það kemur bara nýtt raskat. Já, þetta virkilega vond, en við getum svo sem sagt það að Montanin Óskar hafi komið þarna út í fyrsta skipti í vinning í Lúdó. Já. Og karma beitan í rassinn. Algjörlega. Bókstaflega. Þetta var svona svaglegt. Ég
mannalega eftir þessu en það í dag sko. Já, það er gott. Já. En síðan vorum við svona, þegar við vorum gelgjur, Óskar. Já. Við vorum einu svona gelgjur. Já. Þú áttir fyrst spil, en hvort það var í jólagjöf held ég. Já, eitthvað svo leiðis. Heitir 70 mínútu spilið. Já. Þeir sem viti ekki hvað 70 mínútur eru, þá er það svona ofurhugar í rauninni í skemmtarnabransanum. Þetta var Pétur Sveppi og Auður Blöndal, já. Og voru að gera svona áskoranir og annað. Og spilið gekk svolítið út á það. Já, gera áskoranir, koma heiðunum á... Og það gerir áskoran og fórstu áfram eða hættir við eitthvað bla bla bla. Já. Sko, við nefndum eiginlega ekkert að spila spilið. Við vorum komin svolítið leið á þessu, þetta var eitthvað, vorum svolítið svona, nei, svo allt í einu bara ákveðið, bara hvað með að ég dreif spil og geri það og þú dreifur spil og þú gerir það. Já. Og þannig var eiginlega bara setupið. Nei, mitt. Og ég dreif spil þar sem að ég á að sleikja tærnar á Óskari. Já. Allt er góð með það, ég sleikja honum tærnar. Og það var lífsreynsla, já, getum við sagt það. Já, ég trúi því. Já, líka fyrir mig, sko. Þetta var rosalega. Ég trúi því. Og svo fær Óskar spil. Já. Að skrifa astni á ennið á sér. Já. Ég fekk það það spil. Já, þú fekkst það skemmtilega spil. Já. Og þú vildir ekki gera það. Nei, ég bara, nei. Nei, stráka, nei, við erum ekki að, nei, hættu þessu maður, það er ekki að skrifa astni. Það má ekki standa astni á anninu mínu, sko. Ég skildi ekki hvernig þú vildir bakka út úr þessari áskorun. Við vorum búin að samþykja það ef ég gerir þessa áskorun og þú gerir, og við þurftum að halda það niðri til að skrifa astni á ennið að þér. Já. Við heldum við náðum bara að því að túspenning var eitthvað bilaður eða eitthvað, ég man ekki hvort við náðum að skrifa þetta. Já, ég var trilltur. Þú varst trilltur og bara, nei, það má ekki, ég er ekki astni. Og ég var bara rúsalega, bara sár. Ég er nýbúin að sleikja þér tærnar. Já. Ég þú sleikta á þér tærnar og þú vilt ekki láta að skrifa astni á ennið þér. En, herru, hér er ég með penna. Já. Ok, ég skrifa astni á ennið þér þegar þú lappar út og ætlar að fara heim til konuðinnar með astni á enninu. Já, ég meina, hún verður bara átt að segja á hvað gerist. Við gerum það bara eftir þáttinn. Já, það er svoleiðis. Já. Ok. Ég fæ loksinu mínu framfyllt Já, alveg loksins 10 árum setna, örgulega meira 12-13 árum setna. Það er ræðislegt. Fóruðu samt síðan ekki í 70 mínútur spilið bara í fyrra einhvern tímann á Selfossi? Jú, við gerum það. Og þá spiliðu allt spilið, örgulega fyrst skipti. Já. Og þá dróstu aftur upp sama spil. Já. Og það var þetta ekki þú, það var Jóni. Ég sleikti á honum tennar. Já, það var eitthvað svoleiðis. Já. Ég er hættur að sleikja tær í dag. Já. Þetta ekki lengur Krisbergur tásusleikir? Nei. Já, okay. Eins og ég var hættur á göttum Selfoss á tímabili. Það er mitt. En talandi tásur, þá er islandpoland.is styrktaraðileg þáttarins og þeir eru ekki með tásur til sölu en þeir eru með margt annað til sölu. Já, eins og... Þeir eru með svona litlar motocross svoleiðis. Já, svona mótorhjól, lítil. Mótorhjól, já, í alls konar stærðum. Alls konar stærðum og ég sjálfur ekki prófað þetta. Nei. Ég er skítræddur við mótorhjól. Já, ég líka. Það er ekki, sko, ég hef farið á nokkur svona mótorhjól og dottið einu sinni, já. En mér langar samt í smá mótorhjól. Það var náttúrulega, við kíktum á hann annan daginn og það voru þeir að sitja saman þessi hjól og það var mjög spennandi, sko. Mjög spennandi. En spil. Já. Maður spilar ekki á mótorhjóli. Nei. Nefnum þú setur spil í dekkin, þá kemur svona... Já, það er svona mótorhjóla hljóð. Já, það var ógislega töff. Getur þú sett það svo hlaupahjólið þitt? Nei. Nei, það var svolítið töff frá það. Það var ekki. En, sko, í menntaskóla, þegar vorum ég fyrir suðu, þá voru svolítið mikið spilaður Kani. Já. Varst þú eitthvað í því? Er Kani saman fósiti eða? Já. Er það ekki? Ég held það. Mjög svipað. 5 mann, ef þú setur 5 út, þá átt að setja minna en 5, 10 sprengir. Nei. Nei, þá er ég að miskilja.
Kani eins og hérna, í tölvunni hana, sem enginn kann. Já. Nákvæmlega. En maður alltaf að spila. Já. Og maður, fyrsta spili sem hann lærir veiðimaður. Já, það mjög basic. Það mjög basic. Við getum alveg hendi það bara núna, sko. Já. Og núna ég dottinn í chess.com. Chess.com? Já. Ok. Þar getur maður að spila skák. Já. Ég spila ógeðslega mikið af skák núna. Bara á netinu þá? Á netinu. Við aðra? Já. Það hljómar náttúrulega skemmtilegt. Og þetta er bara dagræðstýtting hjá mér að spila skák. Já. En þú getur valið bara alls konar skákir, sko. Alls konar skákir? Þú getur farið í four-man chess og þú getur farið í hraðskák, getur farið í 14 daga skák. What? Já, það er fólk sem gerir það. Spilar maður þá bara skák í 14 daga? Þú hefur möguleika að spila í 14 daga. Þú hefur þann tíma ramma í rauninni. Þannig að þá getur þú gefið tíma til þess að hugsa næsta move. Ok, það er klíkað. En skák hefur verið spiluð á marga vegu. Já. Veisir þú að japansku skákinni? Nei. Mahjong eða mahjong eða eitthvað. Já. Það er svolítið svipað koncept, sko. Já. Ég hef reynt að spila það. Já. En það er flókið, sko. Já. En eins og ég veit nú að skák hefur oft verið spiluð í brefpósti. Í brefpósti? Já. Þá skrifuðu menn niður það sem þeir voru að gera og sendu og voru bara með taflborð hliðin á sér og alltaf þeir fengu póstinn, þá opnuðu póstinn, sá hreyfinguna hjá andstæðingnum, gerðu hana og svo gerðu þeir sinn leik og sendu tilbaka. Vá, það hljómaður eins og meira heldur en 14 daga skák. Já, það gerir það. Það að þú fékkst ekki hreyfinguna fyrir en eftir nokkra daga og þá gastu leikið leik. Vá, ok. Það er bara, ég veit ekki hvernig ég myndi fara að því, sko. Nei, þetta er búið að breytast alltaf mikið. Já. Þetta er búið að breytast. Ég er nefnilega með svo mikið athyglisbrest, sko, og ég myndi örugglega gleyma bara að ég hafi verið að gera þetta. Já, það. Já. En hefur þú spilað við sjálfan þig? Skák þá, eða? Ekkert endilega bara skák, bara spil. Tja, ég eyti stjarnfræðilega miklu tíma í Mario Party þegar ég var krakki. Já. Bara einn að spila móti tölunni. Já. En þá varstu ekki að spila við eiginlega bara sjálfan þig. Þá varstu með andstæðing. Já, í rauninni. En guðurinn góður, sko. Ég spilaði Mario Party sem krakki, örugglega bara heill vinnudagur í margar vikur, sko. Já. Ég hef, já, það er gott. Hefur ekkert að segja við því? Nei, ég veit ekkert hvað ég á að segja. Ég hef spilað, Óskar. Já. Hvað er þú spilað við sjálf þig? Ég hef spilað Olsen við sjálf mig. Ég hef spilað skák við sjálf mig. Hvernig virkar það? Já. Ég skil ekki alveg hvernig það virkar, sko. Það virkar eiginlega ekki, sko. Af því að þú ert alltaf að hugsa, það er auðvelt í skák. Já. Þá ertu bara að reyna að hugsa besta leikin. Já. Okay. En eins og í Olsen, þá ertu með spil á hendi sem andstæðingurinn sér ekki. Já, en leið og þú ert sjálfur andstæðingur sjálfsþíns, þá veistu hvað ég er með á hendi, eða þú, eða veist, vondi ég geri alltaf þú svona veist hvað þú ert að fara að gera. Já. Þannig að ég er að spila móti vonda í mér og já, ég geri karakter. Já. Það sem að bara dark krispaugur. Já, hann er bara, ég geri breyti hjarta og ég er bara, nei, hann breyti hjarta, hvernig vissi hann ég var ekki með þetta hjarta á hendi? Ég veit ekki hvernig ég skilur hvernig vissi svarti dark krispaugur að ég var ekki með hjarta á hendi, skilur dark krispaugur var bara svo klár. Já. En það, ég er reyndar hætti því, sko, ég fatt að þetta var ekkert jafn skemmtilegt og ég held. Já. Hefur þú heyrt spilið Hanafuda? Nei. Það er japanspil. Já. Sem að þú ert að finna árstíðir sem eru svipaðar, eða svona bara marga myndir. Já. Og þú ert að beislega reyna að finna sömu myndina, eða svona svipaða mynd. Já. Og þá vinnur. Já. Ástæðan mér langar að ég þarf að kanna þetta betur, en ég var búin að læra hans að spila þetta. Þetta er mjög skemmtilegt. Já, en Katan?
fyrir ekki, ég veit ekki Hanafuda. Ég ætlaði að koma svo merkilega sögu. Já, fyrir ekki, og segðu mér frá Hanafuda. Ég skal segja þér merkilega sögu. Já, segðu mér. Nintendo er ekki bara töluleikja fyrirtæki. Nintendo er 130 ára gamalt fyrirtæki. Já. Og þeir byrja á því að búa til Hanafuda spil fyrir japansku mafíuna sem heitir Yakuza. Já. Og þeir voru eiginlega bara svona þannig fyrirtæki, sko. Og voru að búið til borðspil fyrir mafíu? Þeir byrjaði að búið til borðspil, já. Já. Og það var þetta Hanafuda, sko. Skemmtilegt spil, sko. Já. Mæli með. Katan. Já, Katan er geggjaspil. Katan er mjög skemmtilegt. Er það ekki spilið það sem maður er með landið? Jó. Og maður er svona Settlers of Catan. Já. Og ég var að horfa bara núna rétt á þann myndband Katan. Já, það er frá Þýskalandi. Það er frá Þýskalandi. Ég lærði það á leiðinni. Og það er byggt á Íslandi. Ha? Já. Wow. Hann hugsaði sér hvernig Íslendingar eða víkingar flutti til Íslands. Þá þurfti þeir að fá við til að búið hús, timbur til að gera hitt á þetta, eða fá viður og timbur það sama. Og ég fatt að þetta gera sér sjálfur. Shit. Hei fyrir kindurnar og kindur til að lifa af. Já, og svo rollur til að borða en að heið. Nákvæmlega. Já. En þetta er svo byggt á Íslandi, þetta er ekkert byggt hérna á Íslandi, en þetta er byggt Ísland var hugmyndin. Já. Það er klikað. Og hann þvingaði fjölskyldurinn sína að spila við sig til að læra, til að finna galla í spilinu. Já, það. Já, og börnirnas voru bara hvort það var 9 eða 10 ára gömul og svoleiðis hann var að spila með þeim og konunni sinni og let strákin sinn hafa svona comic book hliðin á sér ef hann skildi leiðast við spilið. Okay. Þannig að þannig fann hann upp og það er til margar variation á spilinu. Já, þú komst með, við vorum með spilakvöld fyrir svona hálf ári síðan eða eitthvað. Já. Þá komst þú með svona aukapakka sem breytir þessu í svona eyjur, já. Já, við spilum það ekkert. Nei, við spilum það en svo leit ég, sko, það er nú eiginlega skondin saga. Já. Já. Við vorum konur svolítið vel í glas. Já, ótrúlegt á síðasta á þessu aukapakka spili. Já. Og ég var ekkert að fylgjast með og svo voru kláruð við hættu bara spilið og leiðum held ég finni að vinna og þannig að þetta var bara búið spil. Já. Pun intended. Og ég var svolítið komin í vilja glas. Já. Já. Og ég ákvað að leyfa ykkur að ganga frá spilinu. Já. Ég man ekki hver gekk frá spilinu. En þetta var vist í 2 kössum. Já. Það var aukapakkin. Okay. Og svo var Settlers of Catan grunnurinn. Já. Og alltaf að þið gangi frá þessu og ekkert mál og svo bara fer ég heim, tek spilin með mér og ekkert mál. Svo held ég nokkrum helgum eftir það. Já. Þá ákveði ég og Gunnar að fara norður Hólmavík. Já. Og tökum ekki bara taka spil með okkur. Bara tökum hérna Partners og Catan. Bara allt Catan. Við tókum bara original pakkan. Ok. Og svo fyrir við til Hólmavíkur og bara, ef við spila Catan alls saman, allir bara, já, ok, prófum Catan hérna og svo opnaði kassan, hann er tómur. Hann var ekkert í honum, það var bara bókstaflega ekkert í honum, bara bara plöstin og svona utan spjöldin. Já. Það var greinilega allt spilið bara sett í annan kassan. Já. Já. Það er ekki gott. Það er ekki gott. Þannig að við vorum bara, já, við getum ekki spilað Catan, sem betur voru reyndið með annað spil sem við spiluðum, heitir Partners, og það er rosalega skemmtilegt spil. Já. Það er Ludo. Ultimate Ludo. Okay. Þannig að það eru 2 saman í liði, við erum með stærra spilið, það eru 6 spilarar og sem sagt, og þú ert bara raunni að nota spil til að færa það áfram. Þetta er ótrúlega skemmtilegt spil. Já. Mæli með. Hljóma vel. Svo mann ég líka, Óskar. Þú spilaði með okkur Munchkin. Munchkin, já. Já. Við spilum það svolítið á sínum tíma. Já. Og svo sem ennþá. Það er svona
það er svona næstu því samvinnuspil en samt ekki. Já, þetta var þannig, maður færi einhver spil, svo 2 spilarstakar, kista eða eitthvað. Fjársjóður og skrimsli. Búin að kíkja á skrimslaskýrsluna. Já, þú varst karakter. Já. Og með svona hluti sem gerði því betri til þess að ráðast á skrimslin. Já, vopn og alls konar dót. Og til þess að vinna spilið þurftir að komast í level 10. Já. Og þú gast annarkvort hjálpað viniðinum. Alveg rétt. Eða skemmt fyrir honum. Já, alveg rétt. Bætt einhverju við og annarkvort gastu skemmt fyrir honum og hann missi level eða eitthvað svoleiðis en þetta er rauninni kapp upp í 10. Já. Og þetta spilum við nokkur sinnum. Ég man nú ekkert eitthvað skemmtilegum sögum það. Nei, en þetta er samt rosalega, þetta er fullkomið svona innan gæslega bara nördaspil til að svona byrja á. Já. Því þetta er alls ekki flókið og tekur stundum tíma. Já. Og er bara mjög skemmtilegt. Þetta er bara mjög skemmtilegt spil. Það var ekki með þannig að maður dregur spil og það kemur skrimsli og maður dregur skrimsli. Já. Og annarkur skemmur eða hjálpar. Já. Það var yndislegt. Það var alveg ótrúlega skemmtilegt og ég bara maður þarf að spila oftar. Já, ég er bara eftir þetta spjall langar mig bara að fara í svona annað spilakvöld, halda áfram með D&D sko. Já. Sjá, við vorum í einhverju krá eða eitthvað. Já, þetta, þið er þess að föruniti sem voru að leysa eitthvað mál. Já. Voru aðstoða galdrakall. Já. Ég man að Fannar var með rottugums utanum sig og var svo illa lyktandi og eitthvað svo leiðis. Þannig að þetta er bara rauninni það er alla að vinna saman. Já. Við erum ennþá eiginlega bara nýbyrjaðir. Við náðum bara 2-3 tímum í þessu. Já, þetta tekur tíma. Já. Þannig að maður það bara gefur sér sjens bara rauninni. Algjörlega, því að eins og segi, maður er með rosalega mikla fordóma að gagvart þessu áður með að pröfa þetta. Já. Það er svolítið mikið þannig, sko. Ég er búin að vera að spila D&D bara síðan ég byrjaði á Laugavatni, held ég. Já, það var svolítið vinsælt þar. Nei. Okay. Það var ekki það vinsælt, það var bara, við vorum mjög fá, ég bjóð til D&D hópa. Já. Og það var bara spilað. Það var bara mjög gaman. Ekki. Og að þetta er alveg vinna fyrir sögumanneskjuna að búa til í rauninni söguna. Já. Að þú ert að finna karaktera til þess að berjast á móti og svo náttúrulega getur verið að föruneytið sem er að vinna saman gerir engan veginn eins og sögumadurinn vildi nokkurn veginn að það myndi gera. Já. Til dæmis, hann er kannski búin að búa til þau fara sig inn í þessa difflísu þarna og svoleiðis og drepa hana og ná í geimsteinin hann út í enda. Bara ég er búin að gera ráð fyrir að allir karakternir hana og óvinnir og svona. Já. Og svoleiðis. En síðan getur vel verið að þið ákveðu bara að fara í bardaga á torginu við gamlan róna af því að bara ykkur leið þannig. Já. Og það er oft það kemur alveg fyrir að förunandi fari bara frá bara raunis aðalsögulínni og bara fari að gera eitthvað allt annað. Já, það er svona pirrandi fyrir sögumannin? Það getur verið reynst svolítið pirrandi, já. Ég er svolítið mikið svona sidequest strákur, sko. Já. Eins og ef ég er að spila Skyrim og svoleiðis. Fara að sækja hveitipoka þangað og koma henn tilbaka. Já, mér finnst það eitthvað skemmtilegt og síðan er sveitafólki rosalega ánægt með mig og gefur mér 100 krónur. Já, og bara fría gistingu og svoleiðis. Já, eitthvað svoleiðis og þá líf mér vel, sko. Já, ég spilaði karakter einu sinni í Dungeons and Dragons, djöflar út í flissum. Já. Þannig ég spilaði hérna kall sem heitir Ragnar Rétti. Ragnar Rétti? Já, Ragnar Rétti, hann gerði allt sem var rétt og var með þess að alltaf þegar hann kom inn á hús eða stað eða talaði, þá var alltaf Ragnar Rétti, mættur á svæðið, góðan daginn og var þannig. Já, en hann byggður á einhverjum... Nei, hann er ekkert byggður á einhverjum mannski, hann hétt bara Ragnar Rétti af því það passaði við rétti. Ég elska þetta nafn. Og hann var alltaf með þemalag þegar hann talaði fólk, sko. Já. Og alltaf með svona sveiflaði skekkjunu sinni og eitthvað svoleiðis. En einn örlagaríkan dag, Óskar, þá var Ragnar Rétti, hann gerði allt sem var rétt. Okay. Hann var að vinna fyrir mann
og förunandi hans hann vildi meina að hann væri leiðtoginn og væri svona Ragnar rétti og kom og hann átti að fara ná í box og svoleiðis og opna boxið já. Hann förunandi gerði það og ég opnaði boxið og þessi steinn þetta var tortímingasteinn. Wow. Og ég tortímdi heilri borg. Já. Þú bara tókst það ákvörðun? Nei, það gerðist óvart. Ég var gabbaður. Já. Sérst, maðurinn sem ég var að vinna fyrir var vondur. Já, svoleiðis. Já. Og hann gerði mig að Ragnar ranga. Ó, nei. Ójó, það kom svona karakterark og kallið minn var bara vondur. Ok. Wow. Var bara orðin, þá var ég bara get mischievous and dark og þá bara allt sem hann sagði var bara rámt og gerði allt rámt já, hann gerði bara allt það sem var vond og var bara vondur og talaði bara svona en já, D&D þetta ótrúlegt spil af því að það aldrei eins nei, það eiginlega hægt að segja að það sé bara svona fjölbreytt þessa spilið það það eða svona, já þetta getur verið flókið já. En það eru til pakkar það eru til bara raunin starterpakkar til þess að spila sem bara með bara byggt inn spil já ekki líka þannig að fólk að taka svona litla fígurur að mála þér og svoleið það rauninni það Warhammer það meira Warhammer já. Okay. Það spil sem ég skil ekki nei bróður minn spilaði þetta já. Hann átti fullt af litlum köllum, hann málaði þessa kalla og rosa flottir, ég mátti heldur að leika með þá en það rosalega bara það svona, þetta rauninni war simulation ef ég útskýra betur þá ertu rauninni her að móti öðrum her og við vorum með fullt af reglustikum og eitthvað svona til að mæla hvað og hver gerir hversu mikið skaða á þennan aðila þarna Ferðu alltaf eftir fjarlæði? Já Okay. Og það eru gæjar sem búa til bara því líkan svona, hvað maður segja, því litt landslag já. Sem þeir eru að spila á já. Bara með stráum og grösum, hæðum og fjöllum og trjám og svoleiðis stundum er þetta bara risastórt, myndi bara fylla þetta herbergi sko. Já og ég hef ekki farið þann pakka, nei Eru orðnir og fullorðin til að gera það núna? Nei, það er bara sko, bróði minn hann sagði mér það að hann var með þeim held ég fáu sem spilu Warhammer á Íslandi fyrst þau þurftu að panta með faxtæki upp til Bretlands gegnum Nexus það bara fengu þau bara bók bara heyrðu hvað kalla við liði og þeir bara þennan og Nexus pantaði sérstaklega fyrir einstaklinga í gegnum fax wow. Já, held að það hafi verið þannig en nú eru breyttið tímar já algjörlega og að vera svona náttúrulega þetta hefur nú þróast þetta spjall í svona nörda nokkurn veginn borðspil, frá borðspilum yfir í nördaspil já náttúrulega ég veit nú ekki hvort að maður getur sagt að Diablo Diffusor sé borðspil nei, ég reyna ekki eða svona það eru spilin og svo eru þarna aðeins hærra level spilin sem að svona ég man ekki orðið en er kallað nördaspil innan gæsalappa en ég meina nördar eru bara töffskýrur þetta er búið þróast rosalega mikið já, það er fólk sem er að spila margir sem spila spil já. Og prófa síðan allt í nú Dungeons & Dragons og bara þetta er bara magna ekki gaman sko en þetta er svona meira rauninni kannski hlutverkaspil og setur þig í fótspor einstaklinga og ert að tjá þig gegnum hann já og þannig að þetta er mæli með fyrir þá sem hafa áhuga að spila Diablo Diffusor að finna hóp og prófa algjörlega og það er aldrei á seint, það breytir einhver hversu gamall þú ert, það er bara gaman nei, við erum búin að tala um þessi spil en höfum ekkert mikið talað um spil jú, ég talaði um Olsen já, reyndar, það er rétt en hérna spil já Spilastokkur 52 spil í spilastokki nákvæmlega hvaða spil spilar þú eiginlega mest? Það er þetta
Hétt ekki forseti? Jú, það heitir forseti. Þá er það þannig að 10 sprengir, Já. 9 er allt saman, Já. 5 þá það er sér spil fyrir neðan 5, Já. 2 er allt. Já. Ég held að það sé allt frá sumt. Já. Og svo bara ertu með 3 spil á hendi. Nei. Ertu með 3 spil. Þú ert 3 stokka fyrir neðan og það klárar það, þá ertu búin að vinna. Já, takk. Já. Mér finnst það mjög skemmtilegt, sko. Það er mjög skemmtilegt. Það er svo getur margt gest. Já, bara spili getur breyst. Já. Og allt í einu ertu bara allt í einu fastur með 3 spila því að þú ert með léleg spil þar. Já. Eða eitthvað þannig. Já. En hjá þér, hvað er þitt uppáhald? Sko, ég spila ekki það mikið á svona spil. Nei. En ég hef örgulega, ef ég á að taka saman tímana hvað ég hef spilað mest, þá var það örgulega búið til spilaborgir hjá ömmu minni. Það var enginn sem nefnt að spila við mig, þannig að ég átti eitt miklum tíma að reyna að búa til píramída. Já, hversu hátt náður að komast? Ég hef alveg náð með 5 í botni og allir upp topp. Gæða. En talandi spil? Já. Póker? Póker er spil. Póker er svolítið... Það er fjárhættu spil. Já, það er svolítið shady. Já, það er allt annað mál. Já, það er svona spil eða ekki? Jú, það er spil, já. Við getum alveg spila póker án þess að veðja eitthvað. Já, það er svo skemmtilega að hafa smá fútt í, sko. Hafa eitthvað on the line. Já. Hafa eitthvað á línunni. Já, bara það væri ekki bara að nefna einhver verðlaun, bara sem er með mesta flugur chips. Ég kefti einu sinni í pókermóti í framhaldsskólum á Suðurlandi. Vann það. Já. Óvart. Ok. Ég var ekki að, ég voru 2 síðustu, allt í lagi, ég var 2 og svona mótikólaðurum og ég var svo ekki nenni, ég var búin að spila allan daginn og ég nennis ekki, þannig ég var bara á svolítið kærulaus. Allan daginn? Ekki allan daginn, ég var alveg með á nótunum þangað til þá. Já. Og var bara kærulaus, var bara nennis ekki, bara kastaði pening og hingað þangað og var bara allt í lagi og fæ í hendina tvistapar. Já, það er gott. Nei, það er bara ekki gott. Jú. Það er leggsta parið sem þú getur fengið í spilinu. Já. Og ég fer bara all in. Bara ég nennus ekki. Bara ég var búin að missa af rútunni og þarf að koma heim og svoleiðis og það var annarkvæmt að bíða eftir mér eða eitthvað og ég bara fyrir all in. Og hann alveg sér við mér af því hann var með held ég kóng og drottningu og bara það er aðeins hærri betri spil. Já. Og í borðið kemur held ég drottning og síðasta spilið var tvistur sem kom upp. Já. Þá var ég með 3-1 og hann var með par og ég vann. Hann var svo reiður. Hann var bara, af því að hann tók þessu miklu alvarlegra heldur en ég. Já, þú varst náttúrulega bara hættur að nenni þessu. Já, ég var alveg saman hvort ég var að tapa eða vinna, sko. Og hann var bara hver fyrir inn á tvistapari all in og ég bara og ég vann eitthvað 24 dósir af Sprite Zero eða eitthvað. Já, það var bara svoleiðis. Já, geggjað. Það var alveg winning, sko. Þetta var ekki þess virði það sem ég eitt miklum tíma í þetta. Hins vegar maður hugsa þetta þannig, þá hefur getað tekið allra þessar Sprite Zero og sett í bland. Já, ég hef getað selt það fyrir 2.500 skall. 2500 2250 en mér finnst fjárhættu spil það er svo allt annar kaliber með við borðspil. Myndirðu segja að það sé á hærra leveli heldur en innan gæðsalapa nördaspil? Það er náttúrulega það er bara önnur vídd myndi ég segja. Það var ekki hærra kaliber eða eitthvað þannig. Nei. Ég myndi segja að það væri bara whole another dimension. Já, kannski topic fyrir annað þátt eða? Við töluðum aðeins held ég fjárhættu spil, við töluðum fjárhættu mál einu sinni. Já, við gerum það. Það fórum við svolítið þangað. En Óskar minn. Já. Ætlarðu að sparka mér út eða? Ég held það. Ok. Hvað segirðu? Eigum við að fara að slúta þessu? Jæja. Það er bara svoleiðis. Það er bara komið að lokum hjá okkur í dag. Já. Einhvern tímann þarf að hlutinu að taka enda. Nákvæmlega. Eins og í spilunum. Jú. Ert þú heppinn í spilum með ástum?
Ég er heppnari í ástum, held ég, ætla ég að segja. En þú? Ég er glæðið spilum. Nei. Ég er heppin í ástum, ég er heppin í báðu. Já, ég líka. Ég er heppin í Mario Party. Fyrir þetta hvernig spil, skilur við. Þú getur verið heppin í spili sem ég þarf að gera eitthvað. Já. En teningar er ég ekki góður í. Ekki góður í teningum? Nei, ég er ekki góður í peningum. Já, það rímar. Við erum í boði islandpoland.is. Nákvæmlega. Ég ætla að minna ykkur á að fylgja okkur á Instagram, Facebook og TikTok og YouTube. Og follow, like, subscribe. Nákvæmlega. Í næsta þætti, Óskar, við finnum eitthvað út af því. Við finnum út af því. Við erum með hugmyndir. Ég er bara hættum bara að gera þetta svona. Já, það er ekki bara. Það kemur í ljós. Kemur í ljós. Herri, takk. Takk fyrir okkur. Bye.